Heil og sæl öll. Við komum hér saman í dag til þess að kveðja Helgu Björgu Sigurðardóttur, Lillu á Völlum, af virðingu og þökk. Ég hef verið beðinn að geta þess hér í upphafi athafnar, geta þess við öll þau sem eru viðstödd að hafa slökkt á síma og ekki fara á netið því að slíkt getur truflað útsendingu frá kirkjunni. En við skulum hefja þessa stund á því að signa okkur og segjum í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags Anda. Amen. Við skulum biðja. Almátti og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbitnum huggun og hinum deyjandi líf, Guð alls þolgæðis og allrar huggunar. Hjálpa oss til að öðlast trú og von á þig og treysta nálægð þinni og kærleika. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vorn. Amen. Drottinn minn hirðir, mig mun ekkert bresta, á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig að vötnum, þar sem ég má næðis njóta. Hann hressir sál mína, leiðir mig réttan veg, fyrir sakir nafnsins, jafnvel þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því þú ert hjá mér. Sprotið þinn og stafur hugga mig, þú býr mér borð frammi fyrir fjöndum mínum, þú smyr höfuð mitt með olíu, vikar minn barmafullur. Já, gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína, og í húsi Drottins bý ég langa ævi. Drottinn minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Í Davíðssálmum standa þessi orð. Lofa þú Drottinn, sála mín og allt sem í mér er, hans heilaga nafn. Lofa þú Drottinn, sála mín, og gleymi í neinum velgjörðum hans. Hann fyrirgefur allar misgjörðir þínar, læknar öll þín mein, leysir líf þitt frá gröfinni, krýnir þig náð og miskunn. Náðugur og miskunnsamur er Drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Eins og faðir sýnir miskunn börnum sínum, eins hefur Drottinn sýnt miskunn þeim, er óttast hann. Því að hann þekkir eðli vort, minnist þess að við erum mold. Miskunn Drottins við þá er óttast hann, varir frá eilífð til eilífðar. Amen. Hér á ég heima, hér liggja svala drengsins léttu spor. Hraun þessi leikföng í hellunum geyma, hríslan mín blaktir enn í klettaskor. Við þíðan þrastar hlið og þungar vatnanir,
Æska mín leið þar sem indælt vor, við þíðan þrasta klíð og þungan vatna nýr. Æska mín leið þar sem indælt vor. Svo ritar postulinn. Enginn af oss lifir sjálfum sér og enginn deyr sjálfum sér. Ef við lifum, lifum við drottni, og ef við deyjum, deyjum við drottni. Hvort sem við þess vegna lifum eða deyjum, þá erum við drottins. Því að til þess dó Kristur og varð aftur lifandi, að hann skyldi drottna bæði yfir dánum og lifandi. Amen. Fram í heiðanna ró fann ég bólstað og bjó, þar sem birkið og fjalldrapinn grær. Þar vistin mér góð, aldrei heyrist þar hnjóð, þar himinn víður og tær. Heiðarbóli ég bý, þar sem birkið og fjalldrapinn grær. Þar vistin mér góð, aldrei heyrist þar hnjóð, þar himinn víður og tær. Mörg hinstein hljóðu kvöld, upp í stjarnanna fjöld, en ég staraði spyrjandi þrá. Skildi dýrðin í geim, ber af dásemdum þeim, sem vor draumfæri jarðheimur á. Heiðarbóli ég bý, þar sem birkið og fjalldrapinn grær. Mundi dýrðin í geim, ber af dásemdum þeim, sem vor draumfæri jarðheimur á. Þetta loft svo tært, finnið þitt mjúkan þey, hve hann þyrlar upp angan úr mó. Nei, ég vild ekki borgir né blikandi torg, fyrir bílið í heiðanna ró. Heiðarbóli ég bý, þar sem birkið og fjalldrapinn grær. Nei, ég vild ekki borgir né blikandi torg, fyrir bílið í heiðanna ró. Heyrum heilagt Guðspjald sem hljóðar svo í Drottins nafni. Jesús segir, hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín,
svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Veginn þangað sem ég fer, þekki þér. Tómas segir við hann, Drottinn, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Amen. Gjörðu svo fólk sæti. Undir háu hamrabelti höfði drúpir lítil rós, þráir lífsins vængja vítir, vorsins ill og sólar ljós. Ég held ég skyn í hug þinn allan, hjartasláttinn rósin mín, kristallstærir daggar dropar, drjúpa milt á blöðin þín. Æsku minnar leiðir lágu, lengi vel þennan stað. Krjúpa niður, kissa blómið, hversu dýrlegt fannst mér það. Finna hjá þér ást og unað, yndislega rósin mín. Eitt það sem aldrei gleymist, aldrei það minning þín. Finna hjá þér ást og unað, yndislega rósin mín. Eitt það sem aldrei gleymist, aldrei það minning þín. Náð sé með yður og friður frá Guði Föður vorum og Drottni Jesú Kristi. Amen. Hvað tekur við þegar ævivegurinn endar? Ætli flestir velti því ekki fyrir sér endrum og sinnum. Það vitum við fyrir víst að allt sem á sér upphaf tekur líka enda einhver tíman. Hvert orð og hver athöfn, hver ferð á sér upphaf og endi. Og við veltum því sjálfsagt fyrir okkur líka hvert ferðinni sé heitið og hver tilgangurinn geti verið, og ekki síst í ljósi þess að lokin eru óumflýjanleg. Í Guðspjallinu sem ég las hér áðan spyr postulinn Tómas Jesú á þessum nótum: Við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Og Jesú svarar: Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Með þeim orðum opinberar hann okkur þá leið sem hann hefur lagt fyrir okkur í sjálfum sér til hins fyrirheitna lands. Að ferðalokum hér í heimi verður til nýtt upphaf, nýtt líf, eilíft líf í skjóli Guðs almáttugs. Hugleiðum það á þessari stundu þegar við minnumst mætrar konu sem lokið hefur lífsgöngu sinni á veraldarvegum. Helga Björg Sigurðardóttir var fædd að Kjarlaksvöllum þann 11. mars
árið 1938. Foreldrar hennar voru Sigurður Ólafsson og Júlíana Eiríksdóttir. Helga Björg, eða Lilla eins og hún var alltaf kölluð, var einbirni og ólst upp á Kjarlaksvöllum við gott atlæti og ástríki foreldra sinna. Það var oft mikið að vera á þessu menningarheimili og margt mannin, fólk á öllum aldri, börnum sem sóttu barnaskólamenntun sína í skóla sveitarinnar sem þar var staðsettur árabil og Júlíana móðir Lillu veitti forstöðu. Og svo voru sveitungarnir tíðir gestir á heimilinu, þar sem Sigurður faðir hennar, sannur sveitarhöfðingi, tók öllum opnum örmum enda gestrisnin mikil hjá þeim sæmdarhjónum. Í því umhverfi mótaðist Lilla og þroskaðist. Byrjaði snemma að taka þátt í fjölbreyttum verkefnum sem sinna þurfti á bænum, bæði innan hús og utan, og var fljót að læra til verka við heimilistörfin og fjárbúskapin. Árið 1954 hóf Lilla sambúð með Reyni Guðbjartsinni frá Miklagarði og flutti hann að Kjarlaksvöllum þar sem þau hófu búskap og ráku búið í samstarfi við foreldra Lillu, Sigurð og Júlíunu, og byggðu þar upp smátt og smátt mjög frjósamt og afurðamikið sauðfjárbú. Þau byggðu sér íbúð á efri hæð íbúðarhússins og reistu svo á næstu árum útihús og fleiri byggingar á jörðinni. Þau Lilla og Reynir giftu sig þann 20. maí árið 1956. Þau eignuðust 5 börn. Elstur Úlfar Rúnar, eiginkona hans Svanborg Einarsdóttir og eiga þau 2 syni. Næstur Sigurður, hann á einnig 2 syni. Þröstur þriðji í röðinni, hann á 2 syni og 2 dætur. Þá kemur Hugrún, eiginmaður hennar Guðmundur Gunnarsson og eiga þau 3 syni. Og yngstur Bjarki, sambýliskona hans Þórunn Elva Þórðardóttir og alls eru afkomendur Reynis og Lillu nú 34 talsins. Á uppvaxtarárum barnanna voru þau hjónin dugleg að ferðast landið með hópinn á sumrin. Var þá farið á landróver með kerru í eftirdragi fyrir farangurinn og svo var gist í tjaldi. Þá dugði ekki annað en að hafa skipulagið á hreinu og allan búnað og tæki í lagi svo allt gengi upp. Af fyrirhyggju hugsaði Lilla þá allt snerti fæðu og klæði til ferðanna sem gat verið ærið verkefni. Árið 1988 eignuðust þau svo fyrsta húsbílinn og fóru víða á honum og öðrum sem þau eignuðust síðar, bæði innanlands og utan, því 2 ferðir fóru þau út með Norrænu og ferðuðust þá Evrópu. Hér innanlands fóru þau víða og oft öræfi landsins. Lilla var mjög barngóð og naut sín sérstaklega í ömmuhlutverkinu. Hændust barnabörnin og langömmubörnin mjög að henni, enda hafði hún svo margt að gefa þeim úr hjartasjóði sínum, auk þess sem hún gat töfrað fram allskyns góðgæti sem þau kunnu vel að meta. Já, gestrisnin hefur ávallt verið í hávegum höfð á Kjarlaksvöllum, enda þar oft mannmargt og gestagangur mikill. Og sá Lilla á völlum til þess að það væri alltaf til nóg af tertum þegar gesti bara garði og var sólskinstertan þá í miklu uppávaldi hjá mörgum. Þá hafði hún einnig gaman að því að bera fram skyr og rjóma sem hvoru tveggja var framleitt á heimilinu og var til þess tekið hvað rjóminn var þykkur og svo mjög stundum að hann varla rann. Lilla var greiðvikinn og hjálpfús og vildi leysa úr hvers manns vanda. Á haustin, í byrjun sláturtíðar,
þá hýsti hún oft og fæddi nokkra unglinga sem unnu í sláturhúsinu en fengu ekki gistingu annar staðar eins og til dæmis í veiðihúsinu fyrir en þá eftir lok veiðtímans. Þótti henni slík aðstoð svo sjálfsögð að aldrei kom til greina að rukka fyrir gistinguna eða annan viðurgjörning sem hún veitti af hendi. Sjálf starfaði hún í sláturhúsinu nokkur haust. En uppáhaldstíminn hennar við bústörfin var á vorin í sauðburðinum. Þá fór Lilla oft í ljósmóðurhlutverkið og hjálpaði til við burð. Var hún sérlega nærgætin og natin við þau verk, svo oft var leitað til hennar af nágrannabæjunum í þeim erindagjörðum að fá hana til að koma og veita slíka hjálp. Hún var mjög ósérhlífin og ávallt tilbúin að aðstoða við slík verk eða önnur viðvik sem leysa þurfti úr hverju sinni. Og mörg nutu góðs af og ekki síst fjölskyldumeðlimir því hún var jafnan boðin og búin að rétta þeim hjálparhönd eins og til dæmis við að passa barnabörnin sem henni þótti sérlega gaman. Árið 2007 keyptu þau nýja íbúð á Akranesi og höfðu þar vetursetu. Síðar komu þau sér upp smáhýsi á Kærleiksvöllum til að losna við að fara upp stigann í íbúðarhúsinu. Lilla hafði gaman af því að sækja ýmiss konar skemmtanir og fóru þau hjónin til dæmis oft á bæjarhátíðir hingað og þangað í nærliggjandi byggðum eins og á Drangsnesi, Reykhólum, Hólmavík og Sævangi. Þá nautum þess að fara í leikhús og tónleika því söngelsk var hún og tók sjálf þátt í kórastarfi tíma, söng með kirkjukórnum hér í Staðarhólskirkju skeið og einnig með Þorrakórnum. Þá hafði hún yndi af því að spila og þá aðalega vist og kana. Þau eru eftirminnileg kvöldin þegar sveitungarnir komu saman í Tjarnarlundi til að spila félagsvist og þar var Lilla alltaf þáttakandi. Og einnig sótti hún slíka viðburði í nærsveitum. Og síðar spilaði hún með eldri borgurum á Akranesi og tók talsverðan þátt í starfi félags eldri borgara þar í bæ og naut þess mjög. Ennfremur elskaði Lilla að horfa á íslenska íþróttaviðburði í sjónvarpinu og einnig að sækja slíka viðburði. Hún fór til dæmis á öll héraðsmót, á fótboltaleiki hér í Dölum, unglingalandsmót og þá var ekki verra ef einhver í fjölskyldunni var að keppa. Því ávallt var það fjölskyldan sem var númer 1 í lífi hennar stærsta áhugamál, gleði og gæfa. Hún fylgdist vel með öllum afkomendum sínum, hverju og einu og hvað þau voru að fást við hverju sinni. Og hún veitti þeim skjól í ýmsum skilningi, umvafði þau af kærleika og prjónaði líka á þau hlýjar flíkur, peysur, sokka og vettlinga. Hún átti prjónavél en var einnig dugleg að prjóna í höndum og nutu börnin og fjölskyldur þeirra og ekki síst barnabörnin góðs af. Lilla bjó síðast á hjúkrunarheimilinu Silfurtúni í Búðardal og naut þar góðrar umönnunar. Eftir stutt veikindi kvaddi hún svo þennan heim þann 15. nóvember síðastliðinn. Og við komum hér saman í Staðarhólskirkju til að kveðja. Æviferð Lillu er lokið og við þökkum fyrir góða samfylgd. Ég hef verið beðin að flytja einilegar kveðjur frá Haflínu Ingibjörgu frá Garpsdal með þökkum fyrir samfylgdina í gegnum árin. Þá eru einilegar samúðarkveðjur frá Höddu, Kalla og Guðrúnu frá Stóramúla en þau áttu ekki heimagengt.
Enn fremur eru hjartans kveðjur frá Stellu og Þórði með þökkum fyrir allt. Einnig eru kærar kveðjur og þakkir frá íbúum og starfsfólki Silfurtúns. Þegar leiðin endar hér í heimi, þá vaknar sú spurning í huga hvað við muni taka. Í orði Guðs er það svar fólkið sem veitir von og styrk, því það opinberar okkur sannleikann veginn til hins nýja lífs, sem okkur er gefið handan dauðans fyrir Jesú Krist, í eilífa sumarlandinu, þar sem ástvinir sameinast að nýju. Guð blessi minningu Helgu Bjargar Sigurðardóttur í Jesú nafni. Amen. Þig í heiminn og hjúfrað að sér. Hún heitast þig elskað og fyrirgaf þér. Hún ætíð skjól þitt, þinn skjöldur og hlíf. Hún íslenska konan sem hól þig og þér helgar sitt líf. Með landnemum sildúnum svarrandi haf. Hún sefaði harma, hún vaktir hún svaf. Hún þerraði tárin, hún þerraði blóð. Hún var íslenska konan sem allt á að þakka vor þjóð. Ó, hún var bátinn hljóð. Hún var ástkonan rjóð. Hún var amma svo hjálpræði síns, líkt frá kyni til kyns. Hún þraukaði hallæri, hungur og fár. Hún hjúkrað og strítaði, gleðisnauð á. Hún enn í dag fórna sér endalaust má. Hún íslenska konan sem gefur þér allt sem hún á. Ó, hún brúður sem skín. Hún barnsmóðir þín. Hún björt sólar sín. Ó, hún ást hrein og tær. Hún alvaldi kær, eins og Guðsmóðir skær. Og loks þegar móðirin lögð í mold, þá lítur þú höfði og tár fall á fold. Þú veist hver var skjól þitt, þinn skjöldur og hlíf. Það var íslenska konan
sem ól þig og gaf þér sitt líf. En sólin hún hnígur og sólin hún rís, og sjá þér við hlið þín hamingju dís, sem ætíð skjól þitt, þinn skjöldur og hlíf. Það íslenska konan, tákn trúar og vonar, sem hann þér og þér helgar sitt líf. Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér. Því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða. Við skulum biðja. Við þökkum þér, himneski Faðir, fyrir sérhverja góða gjöf í þessu lífi og fyrir von eilífs lífs sem þú hefur endurfætt okkur til fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Heyr bænir okkar þegar við biðjum blessun til handa Helgu Björgu Sigurðardóttur sem við felum þér. Veit henni frið þinn og fögnuð í eilífu dýrðaríki þínu. Styrk þau sem hér kveðja og veit þeim leiðsögn á komandi tíma í Jesú nafni. Amen. Allar bænir vorar felum við í þeirri bæn sem Drottinn hefur kennt oss og biðjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Blessuð sértu sveitin mín, sumar, vetur, ár og daga, engin fjöllin áin þín, yndislega sveitin mín, heillar mig og heim til sín, huga minn úr fjarlægð draga, blessuð sértu sveitin mín, sumar, vetur, ár og daga, yndislega ættarjörð, ástar kveðju heyr þú mína, þakkar klökkva kveðju gjörð, kveð ég líf þitt móðir jörð, móðir bæði mild og hörð, mig þú takk í arma þína, yndislega ættarjörð, ástar kveðju heyr þú mína. Ég vil biðja ykkur að rísa á sætum. Lofaður sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni
hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði, ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða, af jörðu skaltu aftur upp rísa. Drottinn minn gefi dánum ró, en hinum lík er lifa. Amen. Drottinn blessi þig og varðveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur, Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Fyrir hönd aðstandenda Lillu vil ég tilkynna að kirkjugestir eru beðnir að gjöra svo vel að þiggja veitingar í Tjarnarlundi að athöfn. Náðin Drottins vors Jesú Krists, kærleikur Guðs og samfélag heilags anda sé með ykkur öllum. Amen.